Já, velkomin að Rauða borðinu. Það er 50 í dag, 14. október og svo sem fátt að frétta í litla þorpinu okkar hérna á Íslandi. Það er Arctic Circle í bænum, svona sirkus Óla Grís, eins og við getum kallað. Þetta er eitthvað höfundaverk Ólafs Ragnars Grímssonar svona, já, hvað getum við kallað svona? Þetta er svona dagvist fyrir fólkið sem upplifir það að búi í heimsþorpinu, alheimssamfélaginu. Ég held að sé engin von til þess að þarna gerist neitt sem raunverulega fréttnefnd, en þið munu örugglega heyra það í fréttum að séu stórkostleg tímamót í einhverjum einasta fyrirlestri þarna og margt að gerast. En það er ekki þannig. Þetta er, veit ég ekki hvað þetta er sko. Ólafur Ragnar er stjórnmálamaður alinn upp í kalda stríðinu þegar lega Íslands hafði mikið spilað í stóra rullu og Íslendingar gátu spilað inn á það. Suðað út Marshall-aðstoð þótt að hér hafi ekki orðið neinar stríðshörmungar, heldur þvert á móti höfðu Íslendingar efnast á stríðinu. Og margir telja það að svona lega Íslands frá hernalegu tilliti frá sjónarhóli Bandaríkjanna hafi ráðið nokkru það að Íslendingar höfðu sigur í þorskastríðunum við Bretland. Að Bretar hafi ekki fengið neitt stuðning við að beita þessa litlu þjóð ofbeldi og þess vegna hafi farið eins og fór. Og þetta fylgdi alltaf svona Ólafur Ragnari, hann var alltaf að leita svona íslensku leiðinni, íslensku sérstöðunni til þess að einhvern veginn að nota. Ég held að það veri meira svo þannig að þegar bandaríski herinn fór frá Miðnesheiði að þá hafi Ólafur haft samband við Kínverja og spurt á hvort þeir hefðu áhuga á aðstöðunni þar til þess að nota sem einhverja svona milliflughöfn, eitthvað slíkt. En hann er alltaf að leita þessu og eitt af því sem hann fann þegar hann var forseti var stórkostlega sérstöðu Íslands út af Norðurskautinu og lykilhlutverk Íslendinga í að leiða saman Bandaríkjamenn, Kínverja og Rússa eins og þær þjóðir þurfi einhverja aðstoð við það. En þetta er svo gaman fyrir fólki sem tekur þátt í þessu. Þannig að aðstoðamanna að kynnast öðrum aðstoðamanna og svona tengjast inn í þetta, en það er náttúrulega líka leiðin til þess að fólk sogast inn í einhverja svona stjórnmála elítu sem er raunverulega að halda uppi óbreyttu ástandi. En það er margir sem koma þarna inn sem hafa trú að það geti haft áhrif og þannig er ábyggilega marga sem eru á ráðstefnunni núna að telja að það séu möguleiki að hreyfa til heimsmálunum hann inni. En við ætlum ekki að ræða Arctic Circle í kvöld, við ætlum að ræða við leigjendur. Það koma hingað í gegnum tölvuna, nokkrir leigjendur og segja frá svona sinni reynslu á leigumarkaðnum og við ætlum að reyna svona í gegnum sögu margra að fá svona heildstæða mynd af leigumarkaðnum sem er hryllilegur á Íslandi og hefur búin að vera mjög lengi. Tilefnið það er nú ekki tilefni til þess að fjalla málefni leigjenda en að sumu leyti er tilefnið það að eftir 2 vikur á laugardeginum 30. nóvember verður haldinn aðalfundur í samtökum leigjenda á Íslandi sem er tilraun til þess að endurvekja þau samtök. Það var reynt fyrir 3 árum og svona náðist svona smá upphaf af endurvakningu en það fjaraði út aftur, þannig við ætlum að reyna enn á ný. Og það er ekkert skrítið að það sé alltaf verið að reyna að stofna leigjendasamtök aftur og aftur í Íslandi. Það er löng saga. Einhvern tímann fór ég og skoðaði hana og mér minnir það hafi verið svona 1923 sem að fyrst kom upp hugmyndir á Íslandi. Það er fyrir næstu 100 árum síðan að búa til leigjendasamtök. Af þeim var það ekki, en tilefni var nægt að þá var verið að taka fella úr gildi lög sem að veittu leigjendum örlitla vernd en því miður tókst ekki að stoppa það og ekki urðu til samtök þar. Síðan í húsnæðiskreppunni miklu í stríðinu voru aftur stofnuð samtök, þau voru stofnuð formlega hérna í Reykjavík og höfðu svona huga á að eflast, en úr því var það ekki. Og ástæðan er náttúrulega svo að leigjendur eru oft fátækt fólk sem hefur lítið bolmagn til að byggja upp samtök sín. Vantar til þess pening og vantar líka til þess tíma vegna þess að þú ert fátækur og þá ertu kannski ef þú hefur orku að þá ferðu bara í aðra vinnu til þess að vinna þér inn meiri pening til þess að borga þeim sem þú ert að leigja af. En 1978 skrifaði Jón frá Pálmholti grein í Vinnuna,
tímarit Alþýðusambandsins þörfin á því stofna leigjendasamtök og fékk þá nokkurn stuðning verkalýðsfélaga til þess að stofna leigjendasamtök. Og þau voru stofnuð held ég það ár, má vera að það hafi verið 79. Og þau störfuðu að svona ágætiskrafti. Ég vann til dæmis sumarpart í leigjendasamtökunum, var á skrifstofunni þar, sem var þá í Bóklúðustíg, var að svara í síman. Það var ekki leigumiðlun, það var eiginlega stærst í hlutverk míns sem skrifstofumanns að taka á móti fólki sem var að leita sér húsnæði og fólki sem var í ágreiningi við leigusalann og svo einstaka leigusali sem kom inn og lagði íbúðina sína þarna inn í leigumiðlunina. En upp úr þessu varð líka til, út af þeirri deilu sem var í kringum leigjendasamtökin þá, var líka til búseti. Þannig að krafturinn sem var í leigjendasamtökunum svona í kringum 1980 og svona nokkur ár þar á eftir hafði töluverð áhrif, bæði með því að búseti var til og þá var sett inn í lög nokkur vernd fyrir leigjendur. En þessi samtök þau fjöruðu út eins og oft vil verða þegar lítill peningur voru að spila. Þá svona fjara samtökin út með svona þreki þeirra sem að stofna til þeirra í upphafi, takmörkur eitthvað fólk getur unnið lengi mörg ár og mörg áratugi í svona hálfgerði sjálfboðavinnu og algjörlega sjálfboðavinnu. Ég held að Jón frá Pálma þau aldrei þegi krónu fyrir það sem hann gerði fyrir þessi samtök. Og þessi samtök hafðu legið niðri í nokkuð lengi og þau voru afskráðað með minnir 2009 stutt eftir hrun. Og þá 2013 voru stofnuð samtök leigjenda á Íslandi sem að mættu húsnæðiskreppunni miklu eftir hrun þegar fjöldi fólks misti húsnæði var bara hent út á götu, íbúðirnar teknar, seldar síðan Gamma og öðrum fjárglæframönnum en fólk fór út á leigumarkaðinn og mikil fjölgun á leigumarkaði og stórir aðilar sem ætluðu að stórgræða á leigjendum fóru þar inn á markaðinn, hækkuðu húsaleiguna mikið. Þá voru samtök leigjenda stofnuð. Þau höfðu tvenns konar hlutverk eins og samtökin sem að Jón frá Pálma stofnaði. Annars vegar var það að gæta réttindum leigjenda eins og eðlilegt fyrir leigjendasamtök að gera. En voru líka með hugmyndur að leysa húsnæðisegluna á svipað og fyrri samtök gerðu með búseta og markmiðið var að búa þá til byggingarsamvinnufélag leigjenda. En þá höfðu stjórnvöld breytt lögum þannig að það var næstuði ógerlegt fyrir almenning að stofna samvinnufélög. Þá var eiginlega búið að girða fyrir möguleika annarra en þessara, 4 eða 5 risastór verktakafyrirtæki sem drottna yfir húsnæðismarkaðnum núna og kannski 3 stór leigufélög og svo náttúrulega einhver einstaklingar sem leigja þar inn á milli en það engin að byggja, það engin byggingarsamvinnufélög. Og raunverulega engin leið fyrir almenning að fara inn á byggingamarkaðinn til þess að laga hann varanlega. Þannig að þessi samtök höfðu markmiðið að bæta réttarstöðu leigjenda og réttindi gagnvart leigusalum og síðan að leysa húsnæðisegluna með því að auka framboðið á boðlegu leiguhúsnæði handa almenningi. Og kannski var þetta of mikið í fang færst en allavega þá dofnaði yfir þessum samtökum eftir 3-4 ár svona það sem að þau sem að stofnuðu höfðu þrek til þess að keyra þetta áfram af ákafa sínum og þá voru þessi samtök sem var reynt að reisa við 2018. Þá var Magga Stína var formaður og kom víða fram sem talsmaður leigjenda en sú tilraun hefur ekki alveg gengið þannig að nú komið að hvað er þetta þá? Þetta er þá 5. tilraunin eða 7. tilraunin til þess að setja á laggirnar leigjendasamtök á Íslandi sem að verður hér í Bolholti 30. nóvember klukkan 14. Hvet alla sem hafa áhuga á að mæta þá og taka þátt í þessu. Þetta er eitt af því allra mikilvægasta sem þarf að gera í íslensku samfélagi. En við ætlum núna að heyra í leigjendum og reyna átt og gráði í gegnum reynslu sögu þeirra hvernig leigumarkaðurinn á Íslandi er í dag og hvað þarf að gera til þess að bæta. Já, þá ætlum við að heyra í leigjendum og það eru einir 6 leigjendur sem eru í þættinum.
En ég ætla nú að tala við svona eitt í einu að mestu og ég ætla að byrja á henni Fjólu Heiðdal. Blessuð Fjóla. Sæll vertu. Hérna, hvernig myndir þú svara því ef ég myndi spyrja hérna hver svona þín reynsla af leigumarkaðnum? Ég myndi alltaf bara fyrsta orðið sem kemur í huga fátæktargildra. Þú veist, þú ert í raun og veru, ef þú ferð út á leigumarkað þá var alveg ótrúlega erfitt að komast út af honum aftur í mörgum tilfellum. Ég hef verið að leigja frá því ég var 17 ára gömul, og ég er 35 ára í dag og ég hef svona séð ýmislegt og ég man til dæmis eftir því að það var alltaf einhver svona þumalputtaregla, það var alltaf 1000 krónur á fermetrinn varðandi leiguverð. Sem að meikaði í raun og veru bara rosalega mikið sens, en í dag er maður alltaf að lifa við það á frjálsum leigumarkaði að verðið bara eitthvað. Það er ekkert svona rhyme or reason varðandi eða nein reglugerð hvað leiguverð ætti að vera. Og ég var nú bara einmitt að ræða leiguverð á Twitter daginn og þar fór ég og reiknað út til dæmis núna í sumar hvað mikið af ráðstöfunartekjunum mínum hafa farið í leigukostnað og ég var yfir sumartímann að borga allt frá 60 til 80% af ráðstöfunartekjunum mínum í leigukostnað. Það er ekki hægt að lifa við það, þá er bara of lítið eftir til þess að eiga í svo á. Akkurat, ég reyndar fæ náttúrulega húsaleigubætur og ég fæ sérstakar húsnæðisbætur, en það er svolítið áhugavert kerfi, það er náttúrulega eitthvað sem þú sækir hjá félagsþjónustunni og til þess að eiga rétt á því þá þarftu að skora x mörg stig á einhverjum lista og ég held að mesta séu 6 stig og ég skoraði 4. Ég sem betur fer og fekk þar lendi neitun, ég sem betur fer á æðislegan félagsráðgjafa sem að áfrýjaði fyrir mína hönd og skrifaði bara komið af hverju ég ætti rétt á þessu. Og ég fekk það í gegn með því, en þetta var ótrúlega erfitt af því þú veist að ferli er ekki gert auðvelt fyrir mann og ég skil ekki að við ætlum að hafa kerfi á annan borð varðandi sérstakar húsnæðisbætur að það er auðvitað bara ákveðin kannski þjóðfélagshópur sem að sækjast eftir því að auðvitað átti ekki að skora einhver x mörg stig á hversu ömurlega þú hefur það og hversu erfitt þú ert búin að hafa það í gegnum ævina. Það var alls konar svona hlutir sem ég þurfti að svara og tala og áföll úr æsku og eitthvað svona sem ég þurfti að smyrja ofan á til þess að hafa rétt á þessu. Að auðvitað ættum við bara að vera með það ef að leigukostnaðurinn er x mikil prósenta af ráðstöfunartekjum þá áttu bara rétt á sérstökum húsnæðisbótum. Punktur. Þú meinar að það sé verið að reyna að halda því fram að þú sért vandamálið og þínar aðstæður frekar heldur en að sé húsnæðismarkaðurinn sjálfur sem vandamálið? Alveg 100%. Og líka þetta er svo niðurlægjandi fyrir fólk og þetta er svo vont í stoltið og sálina að ætla bara að biðja einhverja nokkra 10.000 kalla í viðbót til þess að geta mögulega pínlítið haft efni á lífinu og hjálp með að borga leigukostnað sem bara upp úr öllu veldi, að þurfa líka að draga fram eitthvað svona alls konar áföll úr æsku og svona óaumingja ég eitthvað, veist, þegar það er bara hægt að sjá svart og hvítu, ég hef ekki efni á leigunni minni. Þú sagðir að leigumarkaður væri fátæktargildra. Sérðu fyrir þér að þú munir losna úr þessari gildru? Ég hef núna sagt undanfarið að ef ég ætla að kaupa mér fasteign þá mun ég ekki gera það á Íslandi. Ég borga yfir 200.000 í leigu á mánuði og ég er komin með tweet daginn sem var bara allar milljónirnar sem ég hef eytt í leigukostnað en ég má ekki kaupa minn eigin íbúð. Að ég kæmist aldrei í gegnum greiðslumat en samt einhvern veginn á ég að borga yfir 200.000 mánuði í leigu. Þetta bara meikar engan sens. Eins og ég segi, ég kæmist ekki í gegnum greiðslumat, ég veit það. Því ég skulda náttúrulega bara. Ég verð að borga leigu, ég verð að eiga heimavöxt með börnin mín og svo verð ég að eiga fyrir mat. Þannig að það er ýmislegt sem myndur upp á sig og verður á einhver snjóbolta sem maður er alltaf að reyna að semja
Þannig að þú veist, hvernig á ég að geta lagt fyrir til þess að safna fyrir íbúð? Það þyrfti fyrst að byrja að borga niður skuldir og það er líka erfitt að skulda er ógeðslega dýrt. En má ég spyrja hvernig þú sér þá framtíðina fyrir þér? Sérðu framtíðina fyrir þér að bara það besta sem að gæti hent þig var að komast til útlanda, það sem að væri betri húsnæðismarkaður? Ef að ástandið verður óbreytt hér heima næstu árin, þá sé ég það fyrir mér. Ég í háskólanámi akkurat núna og er næstu í hálfnuð með BS gráðu í viðskiptafræði og ég sé bara fyrir mér að taka master erlendis og fá þá kannski að vinna erlendis líka, þar sem að auðveldara að búa og auðveldara að koma sér fyrir. Ég á móður í Danmörku og þau fluttu, mamma mín og maðurinn hennar fluttu út í Danmörku þegar ég var 14 ára og ég keyptu hús, einbýlishús með stórum garði og bílskúr og öllu saman og ég held að það hafi verið hvað þegar við vorum að búa þarna í 16 ár, þá voru þau búin að borga niður húsið. Þannig að þú veist, þetta er ekki raunhæft. Ef ástandi verður svona eins og það er hérna núna áfram, það er þetta ekki raunhæft fyrir fólki eins og mig í minni stöðu. Nei, þetta er ekki land fyrir fólki í þinni stöðu. Það er bara þannig. Herðu, þakka þér fyrir Fjóla, en við ætlum að heyra næst í honum Yngva. Blessaður Yngvi. Sæll. Hvað segirðu hvernig er þín mynd af leigumarkaðnum? Já, mér langar að fara aðeins aftur í tímann, sko. Ég flutti til Keflavíkur í kjölfarið sem leiddi bílslysi og fór á örorku og leigumarkaðurinn í Reykjavík þá 2009 var orðinn alveg fáránlega dýr eftir hrun. Þannig að ég fæ gamalt raðhús og leigu í Keflavík á góðu verði og býð þar í nokkur ár og það gengur bara ágætlega, nema húsið er svona mjög niðurnýtt og það fara að leka inn þakið hér og þar og ég er með 5 fötur vísvegar húsið til þess að taka á móti rigningunni þegar það rigndi, sko. Og svo einn daginn þá mætir leigusalinn til mín og tilkynnir mér hann alltaf 2-falda leiguna. Því þá hafði leiguverðið, sko, sem var hátt í Reykjavík, þá var búið að dreifast út í nær sveitarfélögin í kring. Leigan í Reykjanesbæ var þá líka búin að hækka alveg helling á einhverju 20 árum. Og hún sem tilkynnir mér með engum fyrirvara að hún ætla að hækka leiguna og vilja taka gildi strax. Og ég segi nei. Og þá bara hefst svona ákveðið slagsmál það, hún vildi bara ég færi út strax, ég sagði nei, ég hefði ársfjórðungsfrest. Og þá tekur hún hitann af húsinu, skilurðu mig. Ég bjó í þessu gamla raðhúsi, miðnýttu, góð staðsetning og allt það, en ég var ekki með neitt hit hávetur og ég gat ekkert gert í því. Einu sem ég gat gert að tala byggingafulltrúa og fá niðurfellda leiguna sem hann gerði, en ég gat ekkert annað gert því að hún var með raðhús við hliðina sem var tengt með hitakerfi í gegn, sko, og slökkti bara þar og endanum þá neyddist þess að flytja út, skilur. Því ég hafði engin úrræði. En þarna vildi hún bara 2-falda leiguna og einu bretti. Má ég spyrja þig Yngvi til hverja þú leitaðir með svona aðstoð í þínum málum? Var einhverju sem hvert leita leigjendur þegar lenda í svona stöðu? Einu sem ég gat gert þarna var að leita til byggingafulltrúa, mér ráðlagt það og fá húsið dæmt óíbúðar hægt svo ég þurfti ekki að borga leigu af húsnæði sem ég gat í raun og ekki búið í. Það var eina sem ég gat gert. Ég talaði við félagsþjónustan í Keflavík, þeir gátu ekkert aðstofa mig og ekki neitt, sko. Ok, og þú ferð út úr kalda húsinu, hvert ferðu þá? Þá fór ég í sambúð með stelpu í svolítinn tíma en síðan þá er það nú svo að strákurinn minn fekk hvítblæði og var niður á barnadeildi í krabbameinsmeðferð og síðan þegar það klárast þá er hann á svolítið vergangi og ég ákvað að flytja til hans og við myndum fá okkur íbúð saman, hann myndi búa með mér í Reykjavík og það var ekkert auðvelt mál, sko, að finna íbúð. Við þurftum að skoða einhverjar íbúðir að fullta íbúðum og yfirleitt bara fasteignasala sem að leigja íbúðir í dag fyrir fólk og það þurftum að redda okkur 600.000 króna tryggingu og á endanum þá fengum við leigt 75 fermetra íbúð í Vesturbænum á 230.000 kall. En hún var á sölu, skilurðu mig. Og í frekar góðan tíma, alveg í nokkra mánuði, þá var alltaf fólk að koma að skoða íbúðuna og bara fyrir 2 mánuðum rétt áður nú seldist.
þá voru hérna einu tímabili 15 manns inn að skoða íbúðinu hjá okkur. Og strákurinn minn sem nú ennþá að jafna sig eftir þetta krabbamein var eitthvað veikur og lá upp í rúmi og fólk var að opna inn til hans og skoða og þetta var mjög óþægilegt, sko. Nema hvað hún seldist og þá höfðu við miklar áhyggjur af því að leigusalinn hefði sett inn í hérna leigusamningin að ef hún skyldi seljast þá hefðu bara 3 mánuða uppsagnarfrest. Og þegar að sá samningu að gerðu fyrir rúmu ári, 1,5 þá hafðu við ekkert val annað en að skrifa undir hann, skilurðu. Við þurftum húsnæði. Og svo selst hún og ég hafði rosalega áhyggjur af því að við fengum ekki að vera hérna áfram. Því að hérna allir vinir stráksins og vinahópurinn og hann svona komast að stað aftur eftir þessi mjög erfiðu veikindi. En sem betur fer þá bjóða svo til að það var ungu maður, eða maður 30 sem keypti íbúðina og hann á fjölskyldu eða foreldra sem eiga bílskúr sem hann býr í og hann ætlar að leigja okkur hann áfram og meðan hann að borga upp lánið sitt sem við borgum í raun og veru með leigunni okkar og meira til. Þannig að við erum svona í skjóli allavega á næsta árið, held ég. En ég spurði Fjólu svona hvernig hún litið horfði til framtíðar. Hvernig sér þú svona húsnæðismál ykkar feðga? Ég bara veit sem minnst að hugsa, ég veit ekki hvað við getum gert, sko. Upprunalega þá ætlaði hann að reyna að fara að búa sjálfur, hann var orðinn 20 og fór til félagsbústaða og þess að félagsþjónustan ætlaði að sækja íbúð, það var bara ekki einu sinni möguleiki, sko. Bara svo langt beðið var nú sagt og svo framvegis. En núna staðan bara þannig að, já, við bara höfum ekki hugsað og langt út í framtíðina með það, því að það bara erfitt einhvern veginn. Maður sér eitthvað laust, sko. Það er svona vonaðist. Þið hafið raunverulega ekki svona aðstöðu til þess að geta horft í framtíðar? Í raun og veru ekki og það var búið að lofa einhverjum húsleigjendalögum og einhverju slíku og svo hef ég sjálfur verið að ræða við borgarfulltrúa Pírata og Píratsspjallið og það hefur verið að byggja ógeðslega mikið og maður er alltaf að hugsa, kannski fer þetta lagast. En þetta bara versnar og versnar og versnar. Þú veist, það er ekkert gert og það sem pirrar mig að hérna á landi þá virðist að vera forréttindi að hafa aðgang á húsnæði. Þetta er ekki sjálfsögð mannréttindi eins og það er annars staðar. Þú veist. Ég þarf að hafa húsnæði, ég þarf að borða. Þetta er bara jafn gilt í mínum huga. Einmitt. Herðu, Yngvi, ég þakka þér fyrir að deila sögunni þinni með okkur. Og ég kalla núna á Tinnu Ævarsdóttur. Tinna? Já. Má ég spyrja þig svona, hver er þín reynsla af leigumarkaðnum? Já, það er náttúrulega mjög mikið bara sem þau tvö og undan eru búin að segja sem maður getur tengt við. En ég er búin að leigja síðan og fór á heiman í 23 ár og í dag er staðan mín þannig að ég er öryrki og ég er með 13 ára dóttur mína aðra hverju viku. Ég er að borga 180.000 í leigu fyrir 55 fermetra íbúð og vona það bætist 7.000 krónur hiti og rafmagn og ég fæ húsaleigubætur og sérstakar húsaleigubætur en ég fæ 4.000 í sérstakar húsaleigubætur af því ég er svo hálaunuð og ég skil þetta ekki alveg og ég skil ekki þetta að leigusalar geti bara mætt heim til leigjanda sinna og það sé bara löglegt að hækka leiguna 30.000 simsalabim með að það hann að verða. Hefur lent í því að það hafi gerst? Nei, einu sinni þá var þetta sem er svo frábært fyrir leigusala, vísitölutengda, ég veit ekki nógu mikið þetta, þannig að þið geta alltaf bara hækka út frá því. Og ég var lent í einu sinni að þá kom það, þá voru reyndar aðra 20.000 sem hækkaði, en ég meina að maður fái þennan skell bara í andlitið og eigi bara taka því á þess að það var neitt rétt, það er náttúrulega bara ekki eðlilegt. Og eins og hann var að segja á undan mér að þú veist, þetta eru mannréttindi og ég er löngu komin á vanskilaskrá og búið að gera mörg fjárnám og ég er bara búin að sætta mig við það 42 ára, ég mun aldrei eiga fasteign. Það er bara þannig, ég get ekki lagt fyrir 500 kall á mánuði. Og þú veist, og svo er líka þessi kvíði sem að fylgir þessu, þú ert aldrei öruggur, þú ert alltaf á tánum að þér verði sagt upp leigunni.
og það bara ógeðsleg tilfinning að lifa við alla daga. Þú talar þú er búin að vera lengi á leigumarkaði. Ertu búin að búa víða bæinn? Já, meti mitt er 4 ár í leiguhúsnæði, ef maður alveg ólíkindur, sko. En ég hef mest búið hérna niður í bænum og oftast fengi húsnæði hér í bænum, af því að það bara, ég keyri ekki, dóttir mín í Austurbæjarskóla og ég þarf bara svolítið að hugsa út frá þessum hlutum. Og lengsta sem við búið á einum stað eru 4 ár, en hvað er það styðsta ef ég má spyrja það? Manstu það? Já, það var mánuður. Mánuður. Af því að ég gæti ekki borga tryggingu ef ekki væri fyrir leiguskjól. Ég á ekki 300-500.000 í vasanum. Og það líka að maður að punga því út. Það bara, þetta með ólíkindum, að maður að geta þetta. Og það bara Guðs mildi að sé til samtök eins og leiguskjól sem geta aðstoða fólk sem í sömu stöðu og ég. Hvernig, ef ég má spyrja framtíðina, hvernig sérðu fyrir þér að, sérðu fram á að svona þín staða geti batnað eða vistu við að það verði sama baslið bara endalaust? Ég meina, þú veist, ef við tökum bara inn í þess að framkomi gagnvart fólki sem veikt hérna á öryrkjum og síðan ellilífeyrisþegum ef við förum út í það. Ég meina, nei, ég bara ekki vongað á mína framtíð hvað varðar húsnæðismál. Og satt best að segja, sko, staðan mér þannig að ég er bara býð eftir að lokkan bankinn upp og takja mig fasta af því að ég skulda svo mikið. En ég hef engin tök á að borga þetta og ég bara, þegar ég er búin að borga leigu og allt á mánuði þá á ég 40-45.000 eftir. Myndirðu segja að húsnæðismál væri svona þitt helsta vandamál í lífinu? Nei, það er náttúrulega mjög veikindi sem myndi segja. Ég var að spyrja einmitt út af því, sko, hvort að þú getur lifað með veikindunum ef að þú hefðir betri húsnæðisstöðu? Já, ég meina bara ef ég á að vera persónuleg, ég er með geðsjúkdóm. Og svona aðstæður, þau gera ekki mín veikindi betri. Og þú veist, minna það er bara að vera að búa til veikt fólk í þessu samfélagi okkar, eða þjóðfélagi. Herðu Tinna, ég þakka þér fyrir að segja þína sögu og ég ætla að flytja mig yfir á næsta leigjanda. Það er Laufey, blessuð Laufey. Blessaður. Þín reynsla af leigumarkaðnum, geturðu dregið hana upp? Já, ég get alveg gert það. Ég sem sagt hef verið á leigumarkaði í Íslandi síðan ég flutti heim frá London í lok 99 og sem sagt var hjá mömmu minni í nokkra mánuði þangað til ég fór einmitt á leigumarkaðinn. Og ég var fyrst sem sagt var ég í leiguíbúð sem var á sölu. Það var bara fjölskyldumeðlimur sem átti þessa íbúð og ég fékk að flytja inn þangað til íbúðin seldist og það var einhverjir nokkra mánuðir. Og þar einmitt, þegar ég bjó þar þá einmitt eignaðist ég mitt annað barn, þannig að ég var svona ólétt á þessum tíma. Og svo þegar hún var bara pínu lítil þá þurfti ég sem sagt að finna aðra leiguíbúð og þá gerði ég árssamning og sem sagt já, dóttir mín þurfti að skipta skóla og ég með lítið barn og ég var atvinnulaus líka. Og sem sagt, já, fékk íbúð leigða í 1 ár. Þegar sá leigusamningur var búinn þá fór ég sem sagt, já, þá flutti ég inn, fékk inni hjá félagi einstæðra foreldra, þau ráku bráðabirgðahúsnæði. Og var þar í einhverja mánuði þangað til ég fékk félagslegt húsnæði og það var náttúrulega bara þvílíkur léttir að þú veist, að því að eins og ég segi, ég var með dóttir mín var sem sagt skipti þá skóla í 4. skipti. Hún var sem sagt, hún var bara 1 ár í hverjum skóla og þannig að hún var í 4 skólum þegar hún var 10 ára gömul, þá hafði hún verið í 4 skólum og sem skipt bara verið ár
þú veist, öll hennar skólaganga var bara, þú veist, hérna, 1 ár í senn í hverjum skóla og hérna, og já, það sem sagt, já, þetta já, já. Kanntu að lýsa svona muninum á því að detta inn fyrir línuna og komast í svona öruggt húsnæði með lægri leigu, eða ekki? Jú, það samt, sko, hérna, leigan ekki, þú veist, ég man að það voru ekki viðbrigði á þeim tíma, sko, en hérna, sem sagt, já, það var ég bjóð þarna hjá Félagi einstæðra foreldra í hérna bráðabirgðahúsnæðinu og þar voru engar húsaleigubætur af því að húsnæðið var ekki samþykkt, en leigan var lág, en mér minnir einmitt, sko, að þegar ég hérna flutti, sem sagt, fékk félagslegt og fékk þá húsaleigubætur, þá var ég sirka á sama, þú veist, að borga það sama. En hérna... Það öryggi sem er breytingin, já, og kannski bæði fyrir þig og börnin þín. Já, það var náttúrulega nummer 1, 2 og 3 og það var öryggið af því að þetta náttúrulega gífurlega, þú veist, mikið basl, þú veist, að hérna vera flytjandi árlega, sko, eða þú veist, á nokkra mánaða fresti, það er náttúrulega bara, þú veist, að pakka öllu sínu innbúi saman alltaf, þú veist, með ársmillibili, það er náttúrulega bara gífurlega lýjandi. Og hérna, það sem mér hefur fundist líka, þú veist, svona eftirköstin af svona róti er náttúrulega, þú veist, að hérna, þetta skilur eftir rótleysi hjá börnunum og líka bara maður finnur sjálfur að, þú veist, ég finn til dæmis, þú veist, ég er núna búin að vera á sama stað í 10 ár, 11 ár held ég, að því ég flutti sér þetta einu sinni inn, sem sagt á milli, hérna, innan félagsbústaða og, þú veist, ég er ekki ennþá búin að koma mig fyrir, ég er ennþá, þú veist, með kassa í geymslunni sem ég hef ekki tekið upp úr og, þú veist, það er bara rosalega erfitt einhvern veginn að, þú veist, já, bara koma sér fyrir og svo náttúrulega fyrir utan það að, hérna, auðvitað vildi ég, þú veist, eiga mitt eigið húsnæði, en ég get það ekki, vegna þess að ég fer ekki í gegnum greiðslumata því að ég er ein með börn. Og einmitt eins og Fjóla var að segja áðan, þetta er alveg gríðarlega, hérna, sko, þetta kerfi er einhvern veginn bara sett upp til þess að níðast á fátæku fólki vegna þess að, þú veist, við erum bara í þeir, þú veist, við erum bara dæmd til þess að vera að borga upp skuldir annarra, þú veist, borga inn í eignamyndun annarra sem leigjendur. Þú veist, ég er búin að borga, þú veist, ég veit ekki, 30 milljónir eitthvað svoleiðis í gegnum mína leigutíð. Og ég meina það gengi ansi, það hefði keypt íbúð á sínum tíma ef ég hefði fengið að hérna kaupa íbúð þá. En núna væri það sirka eitthvað, rykkið það kannski ansi langt í íbúðakaupum. En þú veist, við erum nógu góð til að geta borgað alveg gífurlega háar leigu upphæðir, en við erum ekki nógu góð til að mega fá lánað fyrir okkar eigið húsnæði. Þannig að, já, eins og ég segi, þetta kerfi er náttúrulega bara búið til þess að gera vissan þjóðfélagshóp fátækari. Og einmitt eins og Fjóla sagði líka, þetta er fátæktargildra að vera leigjandi, það er það. Kæra þakkir Laufey, núna færum við okkur norður fyrir heiðar. Haraldur Ingi, þú ert á Akureyri. Jú. Þín reynsla af leigumarkaðnum, hver er hún? Já, má alveg að segja, sko, allt manns fullorðins ár, það einkennast að húsnæðisstríði. Berjast sem námsmaður við það að hafa einhvers staðar þak yfir höfuðið og svo fullorðin og fjölskyldu að vera sífellt að hugsa það, sko, hvernig kemur maður sér í öruggt skjól og hvað varðar húsnæði. Þetta tekur alveg óboðslega þegar maður hugsar aftur tilbaka hvað þetta er búið að taka mikið pláss í lífum hans. Og það hefur gengið á ýmsu hjá mér og þetta með öryggið, sko, það hefur aldrei nokkuð tíma nást. Ég hef verið húseigandi og þarna, eða, sko, við erum aftur bara því, sko, það sem kallað er húseigandi á Íslandi fyrir mjög stóran hóp landsmanna er ekkert annað en skuldaþjónusta. Að við erum ekki að eignast nokkuð skapaðan hlut, við erum að gera stór áhættusaman samning við lánastofnanir
sem að taka síðan stóran hlut af tekjum okkar í hverju mánuði og ef að eitthvað bjátar á þá lendir allt, þá fer allt illa fyrir manni sko. Og með leigumarkaðina, ég alveg samferður það gegnum tíðina að leigumarkaðin eins og hann vegna þess að leigumarkaðin verður að vera verri heldur en eignamarkaðurinn til þess að þetta svakalega gróðavænlega kerfi gangi upp. Þá ég ekki að segja einhver sitt og á vinnumarkaði að atvinnuleysisbætur með ekki vera á háar til þess að fólk neyðist þess að fara að vinna. Já, þetta allt saman sko, þetta allt saman sama kerfi, það ekki þannig að einhver sitji þarna einn maður uppi á kontor og segja, heyrðu, svona ætti ég að hafa þetta, heldur kerfi svona það sem maður segir á þarna ensku streetwise, það veit hvað virkar kerfi sjálft, þetta svona Þetta er það sem gerist þegar við lifum við í kapitalisma sem að hugsa aðeins hámarksgróða og þetta breytist ekkert almennilega þangað til að við getum tekið út fyrir sviga hlutdræga markaðskerfisins, ég nenni ekki að kalla þetta frjálsa markaðskerfi lengur, og farið í félagslega framkvæmdir og byggt upp félagsleg félög leigjenda sem að gæta sinna hagsmuna sjálft. Má ég spyrja það, því þú ert fyrir norðan hérna, heldur leigumarkaðurinn á Akureyri sé svona viðlíka slæmur og hann í Reykjavík eða hann betri? Já, ég veit það, ég þorði ekki að dæma mikið það sko, en það ekki gott hérna og leiguverð hátt og það eins og alltaf þetta að vantar íbúðirinn á markaðinn og ég hef nú verið í þokkalegu skjóli núna í nokkuð tíma en var þar áður í æðisgengnu flótta undan Airbnb. Ég misti húsið mitt í hruninu og sko, þetta svolítið magnað að hugsa þennan tröppugang sem að verður síðan þar á eftir að eftir að hafa búið í stóru húsi þá flytur maður alltaf í minna húsnæði, tröppugangunin minna en leiguverðið var alltaf sama. Og en þetta var sko meðan að Airbnb í flyttun á Akureyri og meðan að Airbnb dæmi var sko, þá var mjög erfitt að leigja. Og ég fékk íbúð sem að var svo blessunarlegu garði gerða að og hún hefði aldrei dugað á þennan Airbnb markað og það er svolítið magnað að hugsa til þess að það var gríðarleg lukka að lenda í slíku, að finna eitthvað sem var ekki nógu gott fyrir Airbnb og geta kannski hugsanlega verið í friði þar. Þá fannst þú loksins svona öryggi í að þú varst komið niður fyrir þröskuldin sem Airbnb nákvæmlega setur húsnæði. Já. Þú nefndir þarna með að missa íbúðir í hruninu að þegar við vorum að reyna að endurreisa leigjendasamtökin síðast að þá fór ég og Aldalóa kona mín keyrðum hringinn í kringum landið og ég held að við höfum tekið viðtal við þig meðal annars. Jú, einmitt. Og vorum að tala við leigjendur víða og ég man það þegar við vorum svona tæplega hálfnuð á leiðinni og búin að tala við mikið af fólki að þá svona hvolfdist yfir mann svona tilfinningum hvað hrunið hefði haft ofboðslega mikil áhrif á margt fólk og hvað þetta væri raunverulega ennþá lengt áfall. Af því að helmingurinn af fólkinu sem við vorum að tala við höfðu raunverulega fallið út á leigumarkaðinn eftir hrun og ekki komist þar, lent í fátæktargildrunni og verið fastar. Þannig að hrunið hafði sko bara langvarandi áhrif og ennþá áhrif á mikinn fjölda af fólki. Alveg klárlega og þetta breytti mjög miklu fyrir mann og maður þurfti að endurskoða svo margt í það sem maður var að gera og forma sér svona ákveðin líf og ég býst að margir hafi svona tekið pólinn í hæðin eins og ég að búið sér til einhverja holu í samfélaginu til að skríða inn í, til þess að vernda sjálfan sig sko þegar maður búin að ganga í gegnum æði fjármálastofnanna sko. Þetta fullkomna brjálæði ósanngirni sem að birtist gagnvart manni og eltingaleikin sem síðan
hjá rukkurunum. Ég borgaði lánastofnunum allt sem ég átti, hver einustu krónu og allar eignir og allt svoleiðis lagað. En það var ekki nóg. Það var ekki nóg, sko. Maður var eltur alveg svoleiðis, hundeltur, sko, út allt. Endalaust. Og það bara mjög stutt síðan að sá eltingaleikur virðist vera að sé búið að setja punkt aftur að hann, sko. Herðu, kæra þakkir Haraldur og við ætlum að núna að heyra í Vilborgu Bjarkadóttur, blessu Vilborg. Ég spyrði bara eins og hina, hver svona þín reynsla af leigumarkaði? Það svona kannski tvískipt eða þannig, því að ég svona byrjaði að leigja svona að gerast alvöru leigjandi í Berlín, þannig að ég hélt kannski bara leigumarkaðurinn, þá var ég já, það var árið 2008 að íslenski leigumarkaðurinn væri mun líkari eins og í Þýskalandi, að það væri fast leiguverð og leiguþak. Svo kemst maður náttúrulega að því að það ekki, þannig að það var auðvitað allt öðruvísi að leigja þar en eins og að leigja á Íslandi, þar sem að það ekkert leiguþak og leigusalar getur bara hækkað eins og hefur komið það fram, bara upp úr öllu valdi, þannig að það var náttúrulega bara allt öðruvísi, þannig að maður átti sinn leigusamning, í því liggur náttúrulega bara ákveðið öryggi, að maður gengur honum vísu sem samningi. Ég gæti ennþá verið inn í þeirri íbúð ef ég hefði kosið svo, framalega sem ég hefði staðið við minn hluta samningsins. Þannig að við erum að horfa upp á allt öðruvísi leigukerfi í Þýskalandi og Svíþjóð heldur en hér á landi. Þannig að samanburðurinn náttúrulega bara fáralegur. Við getum ekki borið þetta saman því að við eigum svo langt til land. Hér einkennist leigumarkaðurinn á allt öðrum hlutum og þegar við tölum held ég leigumarkað þá erum við ofta að tala að þetta sé bara markaður fyrir ungt fólk. Þetta sé eitthvað svona fátæktagildra sem eigi að vera tímabundin og svo að koma þér út úr þessu. En hvað ef þetta verður lengri tími fyrir þá sem að verða lengur? En erlendis það þannig að fólk kannski ákveður bara að leigja og það ekkert eitthvað eins og þú sért að segja ég er fátækur heldur. Sérðu bara, mér langar ekki að kaupa eign, ég kýs ekki að vera eiga fasteign, en hér einhvern veginn ekkert boð, eða svona einhvern veginn í boði margir lífstílar og það kannski það sem einkennir þetta í Íslandi, það þessi oft fáu lífstílar sem í boði fyrir fólk. Þannig að það var mikill munur, sko. Svo kom ég til Íslands og fór á leigumarkaðinn. Ég sé það alveg á frásögnum að ég hef vissulega dottið í lukkupottinn vegna þess að mér var bent á fólk og það var í gegnum vinatengsl. Ég fekk þessa leigu af því að þekkti til konu, hún mælti með mér og þannig held ég ofta að fólk fái kannski þessa betri leigu, þannig ég hef verið heppið með leigusala. Það held ég algjör undantekning, vegna þess að við fólk sem ég hef verið að tala við þá þetta meira svona að þú ert að faraldsfæti. En á móti kemur þá bara leiga mín ár í senn, þannig ég auðvitað get ekki vita hvort að ég haldi leigunni, þannig að þetta alltaf ákveðin spenna, mun ég halda áfram að leiga hér, þannig að þetta alltaf bara ár í senn. Þannig að það auðvitað svona ákveðin óvissa. Þú ert að bera saman þarna leigumarkaðinn í Berlín og Íslandi og það var tvennu ólíku saman að jafna. Af hverju heldur að það sé? Af hverju er Ísland bara svona frumstætt land eða eru við svona grimmara fólk að sinna hagsmuni þeirra sem standa veikt eða hvað? Hefur leigjendasamtökin ekki náð fótfestu? Ég tók eftir þegar ég var að skoða eða flett upp hvenær hefði verið rætt að stofna leigjendasamtök á Íslandi og fyrstu umræðurnar voru 1923 og þá var fólk að vísa til sambærilegra samtaka í nágrannalöndunum, þannig að þá voru þau þegar orðin öflug, þannig að Íslendingar vildu læra því og byggja hér upp öflug leigjendasamtök. Heldur að, af hverju þetta svona hjá okkur? Ég held að það sé bara margir þættir sem spila inn í. Ég meina, virkileg mótmæli eru, það var bara svona að byrja virkilega að mótmæla í hruninu og svona aðeins fyrr. Við höfum bara oft ekki hefði í ákveðnum hlutum.
Þýskaland bara þannig land að það bara hefð fyrir alls konar hlutum sem kannski ekki komin hingað og og ég held að netið hafi kannski bara hjálpað til að við speglum okkur meira í fólki. Þannig að nú að verða með tilkomi netsins þá eru margar raddir, við lifum með meira margraddaða rými. Þannig að það til dæmis á Íslandi ekki svo mikið af fjölmennum stöðum eins og erlendis. Þannig að það auðvitað einangrunin og annars slíkt sem auðvitað hjálpar ekki til. En auðvitað bara, ég held að þessi margir þættir. Jú, það eins og þú segir, það því miður stéttaskipting á Íslandi og hún hefur verið töluð niður. Og það myndast á okkur stéttablinda. Ég held að mér finnst það mjög sorglegt þegar við tölum það eins og þessi land stéttaskipting, án stéttaskiptingar, því það bara ekki raunin. Þannig að auðvitað það viðheldur líka kerfinu. Ef við höldum að sé enginn ójöfnuður, þá allir sáttir að því að, já, Já, ég þakka þér Vilborg og ykkur öllum og það alltaf mikilvægt að tala leigumarkaðinn vegna þess að hann náttúrulega kannski það fyrirbrigði sem helst dregur niður lífskjör stærsta hópsins. Það vondur leigumarkaður gerir stöðu þeirra sem eru veikir verri, gerir stöðu þeirra sem eru fátækir ennþá verri og þannig að þetta eru gríðarleg slæm áhrif á lífskjör landsmanna. En tilefnið líka það að 30. nóvember, sem laugardagur, klukkan 2 í Bolholti 6 verður aðalfundur samtaka leigjenda á Íslandi og þá hugmyndin að endurreisa þau samtök til þess að tryggja það að leigjendur hafi sterka rödd í samfélaginu, geti mótað kröfur sínar, lært af reynslu annarra þjóða hvað hefur gagnast til þess að byggja upp öflugan leigumarkað og að smátt og smátt að ná því að verða samtök leigjenda og geta komið fram fyrir hönd þeirra í samningum við leigusala og annað slíkt. Þannig það til dæmis í Svíþjóð. Þar eru leigjendasamtöki sem að semja við stóru húsaleigufélögin. Það sama fyrirkomulag bara á vinnumarkaði. Það ekki gert ráð fyrir því að hver launamaður semji við sinn launagreiðanda í þeirri veikri stöðu þar sem að launagreiðandinn haldi á framtíðin í formi tékka og geti kúað hann til þess að setja sig við lægri laun. Menn setja sig ekki við það á vinnumarkaði og menn setja sig heldur ekki við það á húsnæðismarkaði víða heim. Ég hvet þá sem eru á leigumarkaði að fylgjast með og koma kannski á laugardaginn 30. nóvember klukkan 2 í Bolholti 6 og taka þátt. Ekki 30. október? Já, sagði ég nóvember? Já. Fyrirgefðu, ég bara bið ykkur að gleyma öllu sem ég hef sagt. Það 30. október. Þetta rúmar 2 vikur. Ég veit ekki af hverju ég alltaf nóvember. Þannig að ég byrst bara velvirðingar á þessu. En það þetta rúmar 2 vikur á laugardeginum 30. október. Þá endurreisum við leigjendasamtökin og hefjum baráttuna. En takk fyrir kæru gestir fyrir að hafa komið og deilt sögu ykkar og hlustendur góðir, ég þakka ykkur fyrir að ljá okkur eyra. Rauðaborðið verður næst á mánudaginn klukkan 8 á venjulegum tíma. Takk fyrir í kvöld.